Komið þið sæl, það heldur að róast hjá okkur veðrið og við sjáum að norðanáttin heldur að ganga niður. Það voru svolítið þéttar þrýstilínurnar yfir landinu ennþá í dag en þetta gengur nú allt hér til austurs og við sitjum eftir í svona nokkrum litlum lægðabólum í kringum landið. Þær geta búið til einhver smá úrkomusvæði hér og þar og það má búist við því að það snjói jafnvel eitthvað hér við vesturströndina á þriðjudag en élagangurinn á norðanverðu landinu hann svona verður smám saman minni og minni. Á hitasviðskortinu sjáum við að það mjög mikið kalt loft í framrás yfir landinu sem kemur síðan að draga hér til austurs en aftur á móti mjög hlýtt sums staðar í Evrópu og afskaplega hlýtt með við árstíma en þegar það svona kalt loft í kringum landið að þá mjög algengt að svona litlar lægðabólur myndist eins og við sjáum hér að þessu korti svona víðsværi kringum landið og þá getur orðið eitthvað lítið satt að élagloft við ströndina alla næstu viku. Á þessu hitasviðskorti þar sem við sjáum líka vindinn sjáum við að það í raun og veru bara dökkna bláu litirnir hérna yfir landinu verður mjög kalt í innsveitum á norður- og austurlandi allavega næstu 2 daga og má alveg búast við því að frostið færir niður fyrir 10 gráður en það má líka gera ráð fyrir hörkufrosti hér sunnan og vestan til og betra að klæða sig vel þegar farið af stað í fyrramálið. Hér kort sem gildir klukkan 9 í fyrramálið, það ennþá lítilsháttar strekkingur af norðri eða norðvestri við austurströndina. Frostið svona talsvert víðast hvar og smá éljagangur ennþá norðaustan til á landinu. Bjartviðri annars staðar og þá líklega fimbul kuldi víða í nótt. En það má alveg búist við því að þegar að líður á daginn þá dragi nú heldur úr þessum éljagangi á norðanverðu landinu og í miðbik dags þá verður þetta orðið bara hæglætis veður víðast hvar. Það eins og segja ennþá einhver smá strekkingur á miðum austur af landinu en hægbreytileg eða norðlæg átt víðast hvar annars staðar og við sjáum að hitastigið ansi svalt. Það má búist við því að það verði líka frost til dæmis við suður- og suðaustur ströndina og það því full þörf á að klæða sig vel. Á þriðjudag þá nú svipað veður í kortunum áfram þessi svona lítilsháttar hæð yfir landinu, hægbreytileg átt og mjög kalt víðast hvar. Það helst að það nái kannski aðeins upp fyrir frostmörkum miðjandag allra syðst á landinu en þó ekkert endilega víst. Á miðvikudag þá ætlar að ganga upp að landi svolítil lægð. Það nú útlit fyrir að það verði, eins og ég sagði áðan, einhver smá éljagangur á vestanverðu landinu á þriðjudags eftirmiddag eða þriðjudagskvöld og það gæti þá þýtt að það verði snjókoma eða snjór á jörðu hérna á miðvikudag en hún ætti að fara fljótlega. Það kemur hér svona svolítið hlýtunga með þessum austanáttum og þessari lægð og fer jafnvel að rigna á miðvikudag þannig að þetta staldrar nú stutt við hér sunnan til en það áfram kalt á norðanverðu landinu og snjórinn sem að þangað kominn, hann verður nú allavega eitthvað út í vikuna. Það hlýnar víðast hvar á landinu líklega í þessari suðaustanátt á fimmtudag en til dæmis ekki útlit fyrir að það hlýni mikið í Eyjafirðinum þann daginn þannig að það ekki víst að snjór bráðni mjög hratt eða mikið þar á fimmtudag. Ef við bregðum okkur aðeins til Evrópu að þá eins og ég sagði áðan það mjög hlýtt sums staðar í austurálfunni og talsvert úrkomu víðast hvar. Það hins vegar þokkalegasta veður eins og svo sem alltaf á Spáni og líklega þá líka á Tenerife. En það hefur verið mjög mikið storma í miðríkjum Bandaríkjanna, voru skýstrókar í Illinois í gær sem nú mjög óvenjulegt. Það aðeins að skána veðrið þar en þó líklega þrumuveður en sólskin bæði á austur- og vesturströndinni. En það sem sagt hæglætis veður hjá okkur á morgun víðast hvar, byrjar með smá éljagangi á norðaustanverðu landinu en úrkomi lítið á landinu á morgun svona síðdegis. Það kalt í veðri og betra að klæða sig vel. Verið sæl.